Já, ég ætla aðeins að láta ykkur vita. Ég setti e-mail við ráðherra og alþingismenn og setti á þessa menn. Ég vill að mitt sykursýki mitt sé opið aftur. En þessu var lokað. Þegar ég sá forsætisráðherra, hann slökkti mitt sykursýki mitt og þá átti ég að vera dauður. Þannig að því ég var admin á þessari Facebook, ég birti náttúrulega myndir af barnaníðingum og það hjá mér eingöngu menn sem dæmdir og kærðir, ekki neitt öfugt. Og bara til þess að fólk geti síðan barnaníðinga stoppað við börnin þeirra hjá þeim. Þetta var þannig gert hjá mér. Við erum með hellinga barnaníðingum sem voru dæmdir og kærðir með 0 kennitölu, fáum ekki sjá neitt, en við vitum það samt. Þá voru þeir ekki settir upp. Þegar ég fór einn daginn, svona kvöldið, þá hringdi ég heim til forsætisráðherrann og sagði bara við hann, ef mitt sykursýki mitt lokað, en þá klukkan 12 daginn eftir, þá kemur bara heim til og þá teki ég og berja þig. Klukkan 10 daginn eftir var mitt sykursýki mitt opið. Ok, en það var samt aldrei neitt gott. Fyrir en ég fór og talaði við fólk og sagði fyrirgefðu, ef mitt sykursýki mitt ekki flott, þá mun ég taka hann og mun berja hann. Þá loksins mitt sykursýki mitt orðið helvíti flott. Mitt sykursýki mitt og verður aldrei 100% gott, en þetta bara þá orðið nokkuð gott hjá mér, loksins. En þarf ég að vera geðugur og berja og brjóta þetta fólk, þó ég sé hættur sem admin. Þetta ég bara, fyrir mitt þetta ansmarstóðið auðvitað. Eiginlega ógeðslegt. Það öll mitt lokað. Dómarar, fyrirgefðu, bólgur, ég fæ ekki neitt. Bólgunar eru stærri og sterkari og bólgunar ráðast í gegnum taugarnar á mér, gegnum allir bakkinni í gegnum höfðið á mér, augun, nefið, eyrað, tungan, bara allir bakki. Og þá við heilum þá þetta svimmi, en taugarnar og bólgunar. Þannig að þetta hann sem að stóða auðvitað. Jæja, svo þetta seinna, kannski eitthvað annað. En Sigmundur forsætisráðherra núna í Miðflokknum, hendir helvítis fólki. Jæja, beilsa.